Jóhann, hver saknar þú svona mest við að spila á Íslandi? Ég held að það sé nú bara mannskapurinn, hrikalega skemmtileg strákar sem í Blikum og svo náttúrulega íslenska deildin bara nokkuð skemmtileg. Hún mikið mörkum og mikið aksjón í gangi en ég held að sé aðalega bara að vera með vinum sínum í fótbolta hverjum degi. Hver hérna í liðinu núna í dag heldur þú að sé mesta kvennagullið? Kvennagullið? Ég held að Olli vaði nú í kellingunum en Alfreð nú helviti grimmur og Guðmann líka. En í þessu Blikalið núna, hver svona fyndni kallinn á æfingum og í hópnum? Sá sem að svona hristir upp í liðinu? Ég held að það sé Guðmann og hann Kári. Kári var náttúrulega ekki í fyrra en svona ég þekki hann og hann er ansi fyndinn og fyrra var hann og Guðmann ansi steiktur. Hvernig var samband þeirra Guðmanns og Prins í fyrra? Var það dálítið sérstakt? Þeir voru ágæti félagar, Guðmann lét hann oft heyra það. Þegar Prinsi var nú ansi latur á æfingum og í leikjum og þá leiddist Guðmann ekkert að láta hann heyra það. Guðmann er ansi harður og ef hann með rétt hugafar og ekki svona latur þá getur hann gert ansi skemmtileg hluti en ég held að það fari í taugunar á Prins. Er hægt að bera saman Blikaliði við önnur lið á Íslandi? Nei, þeir eru nú mörgum klausum frá hann. Þetta allt annað. Miklu meiri, allt öðruvísi æfingar náttúrulega, við erum atvinnumenn, við erum náttúrulega bara að gera ekkert annað. Þetta eru menn að vinna á daginn og eru náttúrulega ekki eins ferski kannski. En hvernig æfir svona atvinnumannalið eins og Breiðablik? Mæta æfingu 8:30 og búin svona 1-leyti. Það er bara, maður rólegur eftir það. Er einhver leynivopn sem að Blikar koma til með að nýta sér á næstu árum? Svo náttúrulega gríðarlega efnilegur strákur í öðrum flokki, Hörður Snævar Jónsson. Og ég held að hann komi gríðarlega sterkur inn á næsta ári og Jóhann, vilt þú endurskoða eitthvað það sem þú sagðir áðan og Guðmann væri fyndnimaður í liðinu? Já, nei, hann er hinn leiðilegasti og lélegasti. Og já, eins og ég var að segja þá kemur Hörður Snævar gríðarlega sterkur í næsta ári og býst ég í honum í DMC hérna hjá Óla Kristján.